Hérna að lokum ætlum við að flýja þetta skemmtilega veður inn í gamla kvennaskólann á Blönduósi og kíkja í Textílsetur Íslands. Heyra þar stórt alþjóðlegt verkefni, ýmsar stafrænar nýjungar og framþróun í textíl á Íslandi. Textílmiðstöð Íslands hefur nú fengið vilyrði fyrir styrk til að taka þátt í stóru alþjóðlegu verkefni. Borgirnar sem myndu taka þátt í verkefninu eru þá París, Mílan, Barcelona, Zagreb, Kaupmannahöfn, Amsterdam, Genf, Tallinn, já síðast en alls ekki síst, Blönduós. Verkefnið unnið með Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Vissulega er ekkert í hendi fyrir en skrifað verður formlega undir, en markmiðið verður að vinna verkefnið út frá kynjavítinni. En ætlunin er að skoða svolítið textílframleiðsluna og í rauninni arðsemina, skoða hvað fólk og sérstaklega konur, þetta er mjög að megnis konur sem að vinna handverkið og prjóna peysurnar og slíkt og skoða í rauninni tímakaupið og athuga hvort það sé ekki hægt að auka framleiðnina og hækka launin með því að tengja framleiðsluna við stafrænu tæknina og auka í rauninni framleiðslu möguleikana. Gömlu vefstólarnir virka mörguleyti eins og tölvur þar sem að vefarinn vinnur eins og forritari. Þannig má í raun segja að vefhönnuðir fyrir tíma internetsins hafi unnið við vefnað. Það liggur því beint við að nýta stafrænar lausnir til þess að stuðla að framþróun í textílvinnslu. Bara öll nýsköpun og hönnun og í rauninni hringrásar hagkerfið allt saman byggir mjög mikið á stafrænu tækninni og til að við getum tekið þátt í því á fullum krafti þá þarf ákveðin tækjakost og fólk þarf að kunna á hann og tileinka sér hann og það eru ótal möguleikar fólknir í því að sem að við höfum í rauninni ekki hugmynd ennþá sem skapast. Og hér í raun mætast þessi gamli og nýju tími, þú getur komist í snertingu við þessa gömlu vefstóla en líka þessa nýju sem hafa algjörlega nýja möguleika. Já, og í verkefninu þá í rauninni lögð mikil áhersla á að nýta menningararfinn til þess að skapa nýja hluti með stafrænu tækninni og það bara hentar okkur hérna fullkomlega. Við erum mjög góð í hefðinni, vefnaðinum og prjónaskapnum og öllu því en vantar að tileinka okkur betur alla stafræna tækni. Og með því að tileinka okkur stafræna tækni þá erum við líka að halda á lofti þessu menningararfi í textíl sem að við erum eftir vill ekkert voðalega dugleg við. Það er bara alveg hárrétt og þurfum að efla okkur í því og í rauninni við erum byrjuð með verkefninu sem Ragnheiður kynnti fyrir ykkur í morgun og með gagnagrunninu með öllum vefnaðarmynstrunum sem nýtist auðvitað í prjónaskap og útsaum líka. En það er svolítið skemmtileg sérstaða sem þið hafi líka meðal þessara stórborga í þessu alþjóðlega verkefni að það er töluvörður munur á ykkur og svo næst fámennustu borginni. Já, hann er umtalsverður og það voru búnir til 4 flokkar og það er kannski enginn að undra að við lentum í extra small. Þannig að já, það er umtalsverður munur. En það er líka kosturinn við svona umsóknir að það sé breytt í þeim. Þannig að það sáu allir það bara jákvæðum augum að hafa okkur með og litlu borgina hérna á Blönduósi. En þið eru engir eftirbátar þó þið séu fámennari heldur en hinir og þið komið alveg með jafn mikið að borðinu eins og þau. Já, algjörlega og ef vel tekst til að þá gæti þetta orðið fyrirmynd af verkefnum í dreifbýli í Evrópu. Hvernig er hægt að auka verðmætasköpun í handverki. Það væri draumastaðan ef það tækist að við gætum innleitt í rauninni aðferðafræði, svona módel til þess að vinna eftir. Það er mjög mikill áhugi á textíl á Íslandi og í rauninni mjög áhugavert hvað handverkskunnátta er almenn. Það megin allar konur á mínum aldri kunna prjóna, sauma og slíkt eða nánast allar og yngri hópurinn er mjög áhugasamur líka og karlmennum fjölgar aftur, einu sinni kunni allir karlar að prjóna og þeim fer allt í fjölgandi.
Þannig að við erum að ná að viðhalda þessari kunnáttu. Já, okkur hefur tekist það betur en mjög mörgum öðrum þjóðum. Þannig að þetta skapar líka mjög góðan jarðveg. Já, þá heldur betur fróðlegum þætti textíl og ull að ljúka. Við þurfum að drífa okkur heima áður en loka heiðinni. Þannig að við segjum bara bless héðan frá Blönduósi og við sjáum svo í næsta þætti.